Sælt fyrir fólkið og velkomin með mér í föstudagsþáttinn. Það ekki Hilda Janna núna, heldur Gísli Sigurgeirsson sem við stjórnvölinn. Nú hérna á eftir ætlum við verður svona eins konar þema þáttarins. Það bleikur október. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að það eru bleikir dagar. Við sjáum víða bæinn svona bleikar slaufur, afskaplega fallegar og upplíkandi, en það verið að vekja athygli á krabbameini og krabbameinsleit sérstaklega hjá konum. Nú hérna hjá mér Sigurður Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga við sjúkrahúsið á Akureyri. Velkomin Sigurður. Takk. Nú krabbameinið, þetta ógvaldur, hefur lengi verið. Nú líður varla svo dagur sem að fréttir ekki af einhverju sem hefur fallið fyrir þessum vágesti, en samt sem áður hefur náðst mikill árangur í baráttunni gegn krabbameini. Já, það má svo sannarlega segja það, og ef maður horfir bara kannski einhverja 30-40 ár aftur í tíman sem dæmi með brjóstakrabbamein, að þá var kannski svona af þeim sem greindust, þá kannski var svona rétt rúmlega helmingur sem lifði 5 ár eftir greiningu. En í dag, þá með konur sem greinast með krabbameina, þá mega 9 af hverjum 10 konum reikna með að vera lifandi eftir 5 ár. Þannig að svona í heildina séð, svo náttúrulega þetta alltaf einstaklingsbundið, en tölurnar segja okkur að við höfum náð verulegum árangri, já. Nú, þegar ég fór að skoða sögur, þá kom mér svolítið óvart að það strax miðja síðustu öld sem farið að leita krabbameini skipulega hjá konum. Já, þetta gerist, við erum heppin að mörgu leyti, þótt að okkur finnst ofta erfitt að vera lítið samfélag, þá gerir þetta stundum okkur kleift að takast á við svona verkefni á mjög myndarlegan hátt, og þess vegna höfur okkur meðal annars vegna þessa tekist að ná þessum árangri. Það eru fleiri þættir auðvitað sem spila þarna inn í, en krabbameinsskráningin og það að við getum fylgt þessu svona vel eftir hefur líka verulega mikið að segja. Og þessi reynsla kannski að leitinni hjá konum, og nú verið að tala hugsanlega krabbameinsleit hjá körlum líka með skipulögðum hætti, segir það okkur að kannski svona besta aðferðin gegn krabbameininu sé að finna það strax á frumstigi? Já, það almenna reglan. Því fyrr sem þú finnur krabbameinið, því meiri líkur það að þú losni við það og lifir það af. Það bara almenna reglan nánast með öll krabbamein, má segja. Þannig að þess vegna þessar skimanir sem að hafa náð þessum árangri, þær að skila okkur í svona mikið betri lifun. En þetta ekki eini þátturinn, það þarf að vera meira í kringum þetta. Við þurfum að hugsa að meðferðin þarf líka að vera góð, og þar hefur við náð stórstigum framstigum, og tæknin við að greina, hún hefur líka batnað verulega í gegnum áratugina. Þannig að það margir þættir sem spila inn í þetta, en þessi skimun, þar sem að vera að leita að krabbameinum á frumstigi, hún alveg lykilþáttur í þessu. Nú, undanfarið hefur staðið yfir söfnun til að kaupa ómskoðunartæki sem notað við krabbameinsleit í brjóstum hjá konum. Já. Það mjög mikilvægt fyrir sjúkrahúsið að fá þetta tæki? Já, það alveg gríðarlega mikilvægt, að því að skimunin sem slík, annars vegar má kannski skiptinni í tvennt, annars vegar þá konum náttúrulega bent á sjálfsleit í brjóstum, en síðan konum eftir fertugt boðið á 3 ára fresti að koma í röntgenmyndatöku á brjóstum, þar sem hefur verið að leita. Síðan annarkvort við skimunina eða þá við sjálfsleitina eða þá eitthvað finnst hjá lækni, til dæmis bara almenna læknisskoðun, að ef eitthvað þar, þá tekur við næsta stig, og þá kemur þetta ómskoðunartæki, brjóstaómskoðunartæki inn í myndina, til þess að fá nánari og betri greiningu hvað þarna á ferðinni, og það hjálpar líka til við að taka sýni úr þessu til þess að greina ef það finnst hnútur í brjósti, hvort að hann góðkynja eða illkynja, sem skiptir náttúrulega höfuðmáli. Þannig að þetta tæki skiptir gríðarlega miklu máli í ferlinum, og það að konur þurfa ekki að fara alltaf í einhver ferðalög ef það finnst eitthvað hjá þeim, því að það finnst hjá mjög mörgum. Við getum alveg reiknað með að það einhvers staðar milli 20 og 30 konur á mánuði hér sem að fara í ómynd af brjóstunum eftir annarkvort sjálfskoðun eða skimun. Einu dag.
Nú skilst mér að sé að því sem næsta hafast að safna fyrir þessu tæki sem kostar 10 milljónir króna. Hefði þetta, hugsanlega þessi krabbameinsleiti brjóstakvenna lagst af hér ef þetta tæki hefði ekki fengist? Skimunin kannski ekki sem slík vegna þess að við höfum röntgentækið ennþá. En þetta tæki sem við höfum núna og erum að nota núna komið til árásina, ég held að sé orðið 14 ára gamalt ef ég man rétt. Og það augljóslega komið tíma á það við þurfum nýtt tæki til þess að geta haldið uppi þeim standard sem við viljum hafa hér og ef við hefðum ekki fengið nýtt tæki þá hefðum við þurft að senda allar þessar konur annað á Landspítalann í þessa umskoðun með tilheyrandi kostnaði og umstangi og álagi þar líka vegna þess að þeir hafa nóg með það sem þeir eru að gera líka. Kemur ekki líka annar flötur á dæminu, ný og góð tæki, auðveldar ykkur kannski að fá sérfræðinga til starfa? Jú, vissulega og það nú mjög ánægilegt að segja það að það sérfræðingur hjá okkur í myndgreiningu sem einmitt í þjálfun og hefur tekið við þeim sem hætti í þessu til þess að gera þessar umskoðanir og reynist alveg óskaplega vel og við erum bara mjög ánægð með að geta haldið þessari þekkingu hér hjá okkur og til þess að geta veitt konunum þá þjónustu sem þeir eiga skilið. En talandi konurnar, karlarnir, nú hefur verið talað það á síðustu misserum að væri rétt að taka upp skipulega að leita krabbameini til dæmis í ristli. Nú veit ég til dæmis heimsótti sjúkrahúsið í Neskaupstað daginn og stærsti vinnuveitandinn þar, Síldarvinnslan, hefur gefið sjúkrahúsinu nýtt speglunartæki og sendir sína starfsmenn reglulega í skoðun. Þetta ekki svolítið, eru þeir ekki svolítið að brjóta í blað og þetta ekki gott fordæmi sem þeir eru að gefa í raun og veru? Jú, má vissulega segja það. Það alveg rétt hjá þér, það hefur verið mikið rætt undanfarin ár með skimun fyrir ristilkrabbameini og með hvað hætti ætti að gera það. Og ég held að það sé raunin ekki spurning hvort heldur fyrst og fremst hvenar, en líka hvernig við eigum að gera það, hvar við byrjum, hvort við byrjum að leita fyrir blóði í hægðum eða taka einhver ákveðna hópa og senda þá í ristilspeglun og annað þvíumlíkt. Hvoru tveggja aðferðin virkar ef hún gerð rétt og vel skipulögð. Auðvitað það þannig að ef að menn velja sér hópa eins og fyrir austan og hefur verið gert á Húsavík líka og taka ákveðna hópa, þá það mjög jákvætt vegna þess að þá verið að vinna gagnlegt forvarnastarf getur við sagt vegna þess að það skiptir miklu máli að finna hnúta og annað þvíumlíkt í ristli sem fyrst. Alveg saman með önnur krabbamein, hvort sem að það góðkynið eða illkynið hnútar sem finnast þá borgast að taka þá og skoða þá. Og ég held að þetta segja okkur bara það að ef að við komum okkur síðan saman það að á Íslandi skulum við gera þetta, þá þurfa allir að koma saman, pólitíkusarnir, heilbrigðisstarfsfólki og allir og segja, ok, svona skynsamlegast að gera þetta í heildina til þess að ná sem bestum árangri. Því að við þurfum að hugsa allt ferli til enda, alveg frá því að fyrsta hægðapröfa fyrir blóði kemur, þangað til að hugsanlega einhver sjúklingur sem greinist með krabbamein þarf að fara í aðgerð og liggja á sjúkrahúsi. Þessi ferill þarf að vera klár og það alveg hægt að gera þetta. Og við getum af því aftur, við höfum svo gott kerfi til þess að halda utan svona, við erum ekki stærri en við höfum gríðarlega gott gagnasafn hérna og við höfum gott aðgengi að heilbrigðisþjónustu og heilbrigðisþjónustan að sjúklingum til þess að hafa samband við þá. Við erum alveg kjörland til þess að gera svona almennilega. Það bara, þetta eins og, maður má sletta eins og Nike segir, just do it. Svona rétt í lokin Sigurður, þessi söfnur stendur yfir nú í hverri viku fréttir maður af félögum, góðgerðarsamtökum sem að safna fyrir einhverjum tækjum til að gefa sjúkrahúsum hér og þar landið. Það ekki svolítið súrt að sitja inn á svona stofnun að þurfa að stóla á góðgerðarsamtök til þess að hægt sé að reka sjúkrahúsin? Ég hugsaði með þessa spurningar, hvort þú myndir spyrja þessar spurningar og svarið svolítið já og nei. Vissulega þá vildi maður að við sem að störfum hjá og innan fjárhagsramma sem okkur settur að hann væri víðari til þess að við þyrftum ekki, eins og segir, að stóla á þetta. En samtímis þá það okkur mjög mikilvægt að finna þennan stuðning
og ég nefndi sem dæmi eins og hollvinasamtökin sem hafa lyft grettistæki, núna Krabbameinsfélag Akureyrar sem að styðja svona myndarlega við að taka þátt í að kaupa þetta hjartahómtæki, brjóstahómtæki og að finna þennan stuðning og það má kannski segja það að með þessu hugsanlega hefðu við keypt þetta tæki einhvern tímann en það kannski hefði liðið lengri tími. Hugsanlega hefði ekki geta keypt jafn gott tæki, ekki boðið upp á jafn góða þjónustu. Þannig að þegar þetta kemur saman, þá lyftir þetta okkur enn hærra heldur en værum og það að jákvæða við þetta og maður getur hugsað þetta kannski þannig að ef maður horfir á jákvæðu hliðina að þarna fólk og fyrirtæki að leggja fram fé sem við getum kallað þá bara eigið skattfé sem það ákveður sjálft í hvað það fer og það velur þetta og það skiptir okkur rosalega miklu máli að vita það. Þannig að þetta hefur svona ljósu hliðar líka að finna þennan velvilja og kannski ef við fengjum meiri fjárlög frá ríkinu þá kemur þetta fram í einhverjum öðrum stuðningi og við erum bara þakklátt fyrir það. Þannig að við skulum ekki tala allavega þetta niður. Þetta afskaplega fallegur hugur sem þarna baki og við erum gríðarlega þakklátt fyrir þetta og þetta hjálpar okkur ásérlega mikið og þetta veitir líka starfsfólkinu sem við vitum að hefur gengið nú í gegnum erfiða tíma og það hefur verið þungt og mikið að gera að það veitir því líka þennan stuðning að finna það að samfélagið kann að meta störf þeirra og tilbúin til þess að hjálpa til við að styrkja starfsemina með þessum hætti og gera ekki bara lífið auðveldara fyrir skjólstæðinga okkar, heldur ofta tíðum starfsfólki líka eins og þegar rúmin voru keypt á sjúkrahúsi til dæmis. Þannig að þetta hefur líka sínar jákvæðu hliðar. Já, það gott að horfa á björtu hliðarnar. Sigurður Einar Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga við sjúkrahúsið á Akureyri, þakka þér fyrir komuna. Nú, við gerum smá hlé, en á eftir ætlum við að halda áfram að ræða dömulega dekkurdaga og krabbameinið og sitthvað fleira. Ekki fara langt.